Fatlaðir og reiðmennska samstarf milli Hestamannafélagsins Mána, Reykjanesbæjar, Hæfingastöðvarinnar og miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum. Í nokkur ár hefur Hestamannafélagið Máni boðið fötluðum að koma og kynnast hestamennsku, þeim að kostnaðarlausu. Þau fá að kempa, læra að leggja á, moka, fara á hestbak og fleira sem viðkemur hestamennskunni. Íslenski hesturinn talinn hafa marga kosti sem nýtast vel við þjálfun fatlaðra. Hreyfingar hestsins færast yfir í knapan sem situr hestinn og meðmagrind knapans hreyfist svipað og á sér stað í göngumynstri. Hesturinn veitir knapanum 90 til 100 göngusveiflur á mínútu og hafa erlendar rannsóknir sýnt að hreyfifærni knapans meðal annars aukin liðleiki í neðri hluta líkamans, betri höfuð og bólstjórn og jafnvægis viðbrögð. Hestamannafélagið Máni hefur allan búnað sem þarf til að fatlaðir komast á bak. Þar hefur verið til hnakkur í mörg ár sem sésniðin að þörfum fatlara en tími var komin á nýjan hnakk. Hæfingastöðin, sem dagþjónustuúrræði sem gefur einstaklingum með langvarandi stuðningsþarfir tækifæri til þess að auka hæfni sína til starfa og taka þátt í daglegu lífi, fékk veglegan styrk eftir síðasta góðgerðarfest Blue Car Rental og var ákveðið að nota hluta af styrkfjárhæðinni til að kaupa nýjan hnakk sem sérhannaði fyrir fatlaða og smíðaður af Brynjólfi hjá leðurverkstæðinu Hlöðutúni. Nýverið var svo komið að því að taka hnakkinn í notkun. Boðið var til móttöku í reiðhöll Hestamannafélagsins Mána og þar mætti hópur fólks frá Blue Car Rental til að sjá hvernig stuðningnum frá góðgerðarfestinu var meðal annars varið. Það var Ástvaldur Ragnar Bjarnason, íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2023, sem reið á vaðið og tók fyrstu hringina reiðhöllina í nýja hnakknum og gleðin skein úr andlitum allra viðstaddra. Þið eru að sjá í dag svona einn af ávöxtum góðgerðarfestisins ykkar. Geggjað. Það hrikalega gaman. Það eiginlega svolítið ástæðan fyrir að maður að þessu. Það þegar maður sér og fær að vita aðeins hvað fjármunirnir fara í. Þakklætið sem maður finnur og gleðin sem fylgir í, það er ástæðan fyrir stöndum í þessu og búin að gera núna 3 ár í röð. Öll árin og jafnvel lengur en það höfum við styrkt hæfingastöðuna sem mitt hérna, búin að fá okkur hingað til í reiðhöllina hérna hjá Mána. Þar sem við vorum að horfa á Ástvald fara á hann sér útbúinn hnakk og ég held að myndirnar tali sínu máli að skein svoleiðis gleðin úr andlitinu á honum og ég eiginlega bara feginn að myndaðir snýr ekki okkur líka því að hún skeinur jafn mikið úr andlitinu á okkur. Hæfingastöðin hefur verið ykkur hugleikinn lengi? Já, alltaf, alla tíð. Við veitum svo sem við séð fréttir í okkar miðli þar sem að þið hafið oft og iðulega verið að gera eitthvað með þeirra skjólstæðing. Svo sannarlega og þetta bara einn liður í því hér og bara ég kann enga skýringu á því. Bara frábært verkefni sem náttúrulega bara heiður að fá að styðja og taka þátt í. Hvað er þetta að gefa ykkur? Bara, þetta bara gleðin og nýlega fengum við þakkapost frá einu verkefni sem við styrktum. Það bara nóg. Það var bara innlægur þakkapóstur og það drífur mann áfram í að gera þetta ár eftir ár. Þetta svo sannarlega að vinna þessi fest sem við höldum en ótrúlega skemmtilega og góð vinna og það gaman að fá að sjá í hvað fjármunirnir fara og fá þakkir fyrir. Það veitir okkur miklu gleði og fara ykkur til að halda áfram, engin spurning. Þegar ég byrja á hæfingastöðinni, þá var Jón Kristinn forstöðumaður og hann spyr mig hvort það sé möguleiki á að fatlaðir fá að koma og kíkja í hesthúsið. Og þannig byrjaði þetta. Það voru einhverjir 2-3 og svo vatt þetta upp á sig og eru orðin ansi mörg í dag. Og eru að fá að gera allt sem ekki allir vilja fara á bak, þau eru að fá að kempa. Og þau leggja á, þau fá að labba með hestinn, gefa honum, þau koma upp í hesthús og þau fá að pröfa að moka skít. En hverju breytir það svona fyrir ykkar skjólstæðinga að fá að komast á hestbak? Gleðin. Gleðin svo mikil. Þetta bara mikil lífsreynsla? Já, hestarnir hafa bara eins og öll önnur dýr vissan lækningamátt. Heldur að hestarnir skynji það að þetta séu einstaklingar sem eru kannski ekki fullfærir að
að sitja hest og þeir hefði sig eftir öðru sig? Potið, því að merin sem að þau voru á hérna áðan meri sem að nánast enginn ræði við. En hún var pollróleg? Hún pollróleg undir börnum og fötluðum. En ef að ég fer á hana, þá hún bara spinning all. Hverju breytti það fyrir ykkur að fá þennan stuðning frá Blue í þetta verkefni? Breytti alveg bara rosa mörgu. Við erum með hnakk sem að síðan 2001 eða eitthvað, sem alltaf orðin lúinn og þarf að fara í yfirhalningu. En að fá nýjan hnakk með ekki gamla spaða hnakkalúkkinu, heldur þessi kúftari, heldur styður betur við og náttúrulega stífari. Þá upplifa þau meira öryggi þegar þau þurfa að fylgja hreyfingum hestsins. Þau ekki á eins mikilli hreyfingu, þetta svona öryggi, meira öryggi fyrir þau. Og alveg pottitt eftir að fara í útreiðartúr á þessum. Þannig að þetta er allt annað líf? Allt annað líf.